Ég býð ykkur velkomin til fundar. 37. fundur sveitarstjórnar Rangárþings ytra hér settur. Ég legg til hér upphafi að við dagskrána bætist liður 11, landmannlögar, framkvæmdaleyfi til endurbóta á göngustíg og að liður 4, Oddi BS fundur 42, færist til og verði síðasta liður á dagskrá. Aðrir liðir færist til í samræmi. Er það samþykkt? Samþykkt samhljóða. Og ég gef þá sveitarstjóra orðið til þess að fara yfir atriði úr rekstri sveitarfélagsins. Ágúst, gjörðu svo vel. Takk fyrir orðið til. Nú það sem einkennt síðustu vikur þetta sumarfrí og hjá starfsmönnum sveitarfélagsins, þá ekki öllum. Það eins og sem að við kannum þetta besti tími til framkvæmda í hálfsumri. En starfsmenn auðvitað tímast inn og svona frá næstu viku þetta verða svona komið aftur í eðlilegt ról, getum við sagt. Nú COVID-málin, þau hafa auðvitað þróast þannig að það er búið að framlengja núna frá með morgundeginu 2 vikur, svo sem sé samkomutakmörkunum. Það er áfram eins og þessi svo 200 manns sem eiga mest koma saman og með 1 metr á milli og grímur svona þar sem ekki hægt að halda slíku millibili en eins og við þekkjum að þá er það aðeins í verslunum og slíkum stöðum þar sem eru margir og þá eru fólk að nota grímur og allir reyna að fara varlega og allt það. Nú hér á okkar svæði hefur komið upp dálítið af smitum núna í sumar. Og í langflestu tilfellum hefur þannig verið fólk sem hefur verið bólusett og við vitum ekki neitt sem hefur mjög veikur eða alvarlega veikur. En það er hér eins og annars staðar að þetta smitið á kreiki og þetta tengst þetta með einum atburði hér í sumar og þannig flestir eru komin út úr því á þessum tímapunkti og þessu smutti. Það er ekki að segja hann að það hefur gengið bara ágætlega þrátt fyrir allt. En við höldum áfram að þetta bara varlega bara og sprittum okkur og fylgjum því sem okkur er bráðlegt. En reynum hins vegar að lifa eðlilegu lífi og það er þetta skóla til að fara af stað og allir að undirbúa sig til það og taka því sem höndum ber. En halda áfram með eðlilegt lífi, þetta er það sem skilaboðin sem við heyrum til okkar og við tölum hér. Nú, töðugjöldin sem áttu að vera núna helgina, þau falla sem sé niður og það er allavega það sem við höfum, þeir sem hafa undirbúa það hafa lagt til og við höfum verið þáttakendur í því að styðja það ákvörðun svona í okkar sumarfríi sveitarstjórnum. Við fögnum bara síðar þegar þetta gefur. Við gleðast með okkar fólki bara í minni hópi. Nú framkvæmdum við vatnsveitu, þeim er að ljúka líka vorið núna í ágúst, þannig að þá getum við farið að hleypa meiri þrýstingi og meira vatni inn á kerfið og það er mikið fagnaðarefni. Þetta framkvæmdir í gangi þessa dagana lagfæringar hérna á Hellu. Sömuleiðis gengið mjög vel og við fengum frábæra verktaka í það og vel gert. Gaman þegar hægt er að laga til. Síðan eru vegaframkvæmdir í okkar sveitarfélagi, það er þessi lagnir til bundnu slitlagi á þeim leiðum sem að Vegagerðin var búin að samþykkja. Og núna þessi dagana er verið að vinna í bundnu slitlagi upp að Hróarslæk og eins á hinni nýju Oddaleið. Það er aukvæð. Og undirbúningur skólabygginga og þróun skólasvæðis, það er auðvitað haldið áfram í sumar og vinnan hefur nú mest verið fólkið í því að skoða mismunandi möguleika á efnisvali í áfanga 1, þess að hvers konar byggingar mögulega við getum séð úr hvaða efni byggast til einingum, en það er nokkuð möguleikar í því sem menn hafa að bera saman og skoða, þannig að fljótlega verður hægt að fara að taka eitthvað fyrir á þeim vettvangi. Nú deiliskipulagstillögur vegna Bjargshverfis, það er komið núna í júlí og við höfum verið að rýna þær svolítið. Við höfum átt fundi með Vegagerðinni vegaaðkomu og
almennt aðkomu, þess að almennt þjóðveg 1 hérna vestan við þorpið, þar sem að þetta skipuleggja til framtíðar hvernig það á að vera. Bæði vegna þess að þarna koma nýtt hverfi en ekki síður út af því að 2+1 kemur hér á Hellu og á vegáætlun og þannig að það þarf að fara að huga að því. Þá geta fundið með vegagerðina þá sem að við munum haft áfram með í næstu viku. Nú síðan undirbúningur fjárhagsáætlunar. Hún komin af stað, verið unnið í því dálítið í sumar. Fyrsta skrefið að vinna fyrir Botta, BS og skólana og við tókum Heklugott fyrst og erum komin dálítið af stað með það. Og síðan þá í næstu viku þá getum við haldið áfram og hérna. Þannig að við getum verið á góðum tíma með þetta vonandi. Fjárhagsáætlunin vinnan fer af stað af fullum krafti. En þar nú að vinna með nýja aðferð, það að segja svokallaða núlláætlun og verður fróðilegt að sjá hvað kemur út úr því hjá okkur að nálgast verkefni aðeins öðruvísi heldur en við höfum gert undanfarið ár. Og síðan bara búið að vera gott veður og sólin og sumarið leikið við okkur öll og það ánægjulegt. Maður finnur það til dæmis bara á fólki sem kemur hér og leita til okkar á skrifstofunni og það fólk í framkvæmda höfum, það allir í góðu skapi. Gott að heyra, takk fyrir það Ágúst. Það liður eitt að dagskrá hjá okkur í dag, það Sorpstöð Rangárvallasýslu BS fundur 217. Þar vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 1.4 gjaldskrár Sorpstöðar 2021. Niðurstaða Sorpstöðar Rangárvallasýslu BS lögð fram tillaga að hækkun á gjaldskrá í kjölfar hækkana hjá þjónustaðila. Það samþykkt samhljóða, jafnframt samþykkt að stefnt skuli að upptöku klippikortakerfis til fasteignaeigenda í Rangárvallasýslu frá og með næstu áramótum. Samþykkt samhljóða og það lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun stjórnar Sorpstöðar Rangárvallasýslu BS og samþykki breytingu á gjaldskrá fyrir sitt leyti. Jafnframt styður sveitarstjórn Rangárþings Sytra fyrir sitt leyti að tekið verði upp klippikortakerfi fyrir fasteignaeigendur í Rangárvallasýslu frá og með næstu áramótum. Orðið laust tillöguna. Ingvi, gjörðu svo vel. Ég held að við þurfum nú að fara að hugsa eitthvað svona lengra heldur en fara í að hækka gjöldin. Ég veit alveg hvað svona þýðir einfaldlega það að það verður meira þar eða urða og brenna. Það bara, ef þetta verður of mikið, ef fólki finnst þetta verður of mikið kostnaður, þá fer það bara urða og brenna. Í miður og þá veit ég að það byrjað. Og sko ég held að við þurfum einu sem að fara aðeins að hugsa út fyrir bóksið og fara að taka kannski bara stór og mikil skref eða allavega byrja að undirbúa það að taka stór og mikil skref í sorpmálunum okkar. Ég veit að það kostar mikið að setja upp brennslu, sem sagt hátæknibrennslu. En það geta orðið verðmæti með nýtingu á sorpbrunna í heitu vatni og slíku sem hægt að tengja með. Ég veit að við höfum kannski burðið að Sorpstöðin okkar hefur ekki burðið sem gera þetta einn en með kannski aðkomu og annar á Suðurlandi. Að við þurfum bara að fara að reyna að kynna okkur þetta alveg hengt í botn og því að það hægt líka að búa til verðmæti úr þessu. Í brunn. Og því að við getum ekkert endalaust staðið í því að það einhverjir sem hækka á okkur og reynda að fara að það hægt að leysa ákveðna hluti með brunna. Við þurfum bara að vinna að finna varanlega lausn. Því að eftir því sem við hækkum gjaldskrána meira þeim minna sorp kemur inn og því meira fer niður. Það bara því miður og þá það bara það sem fólk gerir. Takk. Takk fyrir það, Ingvi. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, þetta bara fljóta því inn í getur í sammála mörg af því sem að Ingvi nefndi og við þurfum að passa upp á það að hækka ekki
gjöld að óþörfu. Ég vil bara nefna það að þetta snýr bara hækkun á því að afsetja í rauninni sorp sem kemur á strönd og ekki frá heimilum. Þannig að þetta ekki sem sé verið að hækka gjöld á heimilin. Þetta ekki sorpbirgðagjald eða sorpeyðingargjald, þetta þetta ákveðnir flokkar af sorpi sem við þurfum að koma síðan áfram, það að segja sorpstöðin. Og borgum fyrir það meira heldur við rukkum í dag. Það verið að leiðrétta þetta í rauninni. Takk fyrir það, Ágúst. Steindór Björnsvel. Já, hann var að tala hann Yngvi að hugsa út fyrir boxið. Það einmitt spáðið að þegar það kostar víst 800.000 krónur að losna við eitt hlass til Reykjavíkur af sorpi sem ekki hægt að urða. Að það verður hreinlega örugglega hægt að skoða það mjög alvarlega bara að vera bara á það, bara fólk að í vinnu eða flokka sorpi ef íbúar geti ekki flokkað betur en raun ber vitni, af því að svona það búið að gera einhver átök í þessu að flokka betur sorp og þetta snýst mjög miklu leyti að ná betri flokkur að minnka það sem þau þurfum að fara með. Þannig að en auðvitað þarf gjaldið að standa undir sér en við teljum svona að sé hægt að leita kannski annar leið á en það farið að hækka. Takk fyrir það. Yngvi, húsnastur. Já, ég vil það bara svona, manni finnst stundu svolítið skrítið þegar það keyrt sorpinu hérna og það losað í Hafnarfirði. Það eitthvað plan og þar við mókað upp á annan bíl og það kannski keyrt upp í Borgarfjörð og svo því sturtað þar á einhvern stað og svo fíkur það til og frá. Manni finnst þetta að vera komið undir svona hrinda vitlausu mögulega sorp. Að það verði bara og kannski þetta kannski einhver óskhyggja hjá mér en ég finnst bara að við þurfum að fara að reyna að finna varanlega lausn á þessu og ég held að það sé bara með grunna þetta erlendis að það verið að brenna og jafnvel inn í borgum eru sorpbrennslustöðvar sem menga ekki og jú, þetta kannski mikill kostnaður, mikill startkostnaður en ef að fleiri koma að því og að þá kannski að minna fyrir hvern hluthafa. Þetta bara það sem við þurfum að fara að horfa á til framtíð. Við verðum að fara að leggja grunn að bara einhverju framtíðar stefnu í sorpmálum því mér finnst það fáránlegt að vera að keyra þessu fram og tilbaka án þess að eða mér finnst það bara eiginlega að vera ofta á tíðan svolítið stefnulaust, rekald eða flytja það erlendis í brennslu. Takk fyrir það, Yngvi. Haraldur. Já, það má taka til næsta þegar þetta verið hérna þetta mál að ég tek að það var ótækt að flokkarmenn sé að flokka kostnað fyrir fyrirtækið í 2% og það var að láta kattarinn standa undir sér á flokka sem eiga að flokka. Takk fyrir það. Og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Ég bið ykkur aðeins bara þetta nefnilega eiginlega svona tvíhlið að við munum það að sitja hjá á fyrir, í rauninni þetta klippikortið svolítið annað dæmi, þá kannski það meira það að það borgar sem henda, Þetta svona eiginlega svolítið tvíþætt tillaga. Við gætum alveg samþykkt fyrir seinni hlutann, klippikortin. En fyrri hlutann þá myndum við ekki samþykkja að hækka gjaldskrána af svona sjálfsagt góð athugað eitthvað en við myndum vilja sjá það betra því við erum ekki með fulltrúa í stjórnina, við veitum ekki alveg hvað rögl liggja að baki. En það er alltaf lega að hafa það bara yfir þetta til og með þá setjum við stuttir bókun. Ég bara þetta er í rauninni sett upp, þetta er einn liður hjá sorpstöðinni, þannig að þess vegna er þetta einni bókun hjá okkur og lagt fram þannig. En
klippikostinn, það segir fasteigna eigendur, það eru kannski bara fólki sem býr, það er bara íbúar sem eru fasteigna eigendur, þá þýðir það að það er að fara að greiða fyrir að vera að fara með Það dugar það ekki fyrir svona dugar þetta klippikort fyrir þess að almennu losunum. Já, ég er ekki séð neitt þetta. Ágúst, gjör svo vel. Já, ég get reynt að skila það út. Klippikort eru sömu leið sem við erum að fara, þá er svo bara mest allir er komið með á landinu. Sem er þannig að hverju heimili í rauninni, það fasteigna eiganda ef maður er alveg nákvæmur, en í grunninn er það heimili, þá bara svona rímlega af heimildum til þess að koma með sorp beint á strönd og þurfa ekkert að borga fyrir þetta sérstaklega. Það er bara hluti af þeirra sem sé réttindum eða því sem þau greiða heimilinu gegnum sorpeyðingagjald og sorpeyðingagjald og sín samskiptir í sorpstöðunum. Þannig að þetta er ekki að selja klippikort, heldur bara að þau fá sérstaklega afhentar heimildir til að koma með sorp frá sínum heimilum, þurfa ekki að greiða fyrir það. Aðrir þurfa að greiða. Það er verið að skilja það svona skarpar á milli. Takk fyrir það. Ekki fleiri. Og byrði þá sem geta samþykkt þessi tillögu að gefa merki. Þetta er svona tvíhliða til Sem er á móti. Tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Sittu hjá, það er þetta sem fókum þetta með bara frá okkur sem sendi Ágúst hjá þannig og ætti að vera komin bara Ágúst. Þetta er í rauninni sko. Gjör svo vel, þú mátt lesa upp bókunni. Þá er rauninni sko lögð svona til að hækkun gjaldskrár, það er samsett samhljóða og svo er önnur samsett samhljóða, þannig að hefðum vilja bera þetta upp í sitt hvora lagi en bókunin er sem sagt þannig að fulltrúar álista kunna illa við að auka álögur á íbúa með hækkun gjaldskrár á þess að það sé gert að vel athuguðum málum með góðum rökstuðningi. Rekstrarkostnaður sorpstöðvarinnar virðist nú þegar verið hærra lagi miðað við rekstrarkostnaði og öðrum sveitarfélögum og vilja fulltrúar álista leggja sitt af mörkum til að leita annarra leiða til að hagræða rekstri sorpstöðvarinnar átaki flokkun sorps. Álisti ekki fulltrúi stjórn sorpstöðvarinnar og hafði því ekki aðkomið ákvörðun gjaldskrárhækkun eða forsendur hennar. Og þau undir þetta skrifaði Steindór Tómasson, Ingvi Harðarsson og Jóhanna Löðsdóttir. Takk fyrir það. Þá förum við í lið 2. Það er umhverfisnefnd fundur 11. Það er fundargerð lögð fram til kynningar. Lið 3, atvinnu- og menningarmálanefnd fundur 19. Fundargerðin er lögð fram til kynningar. Nú liður 5 atvinnu- og nýsköpunarstefna til staðfestingar. Sveitarstjórn ítrekar þakkir fyrir það góðu vinnu sem liggur að baki stefnunni sem nú hefur legið frammi frá því í vor á heimasíðu sveitarfélagsins til kynningar og athugasemda fyrir íbúa. Það er lagt til að sveitarstjórn Rangárþings Syðra staðfesti atvinnu- og nýsköpunarstefnu sveitarfélagsins orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem getur samþykkt gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Við samþykkjum og hendum inn hérna með stuttri bókun. Gjör svo vel. Og ég lesa núna. Gjör svo vel. Fulltrúar álista lýsa yfir ánægju með nýja atvinnu- og nýsköpunarstefnu. Úthlutunarreglur sveitarfélaga til dæmis hvað varðar atvinnulóðir eru skýrar, en eins og með aðra reglur er mikilvægt að þar til bærir aðilar í stjórnsýslunni fylgi þeim eftir. Úthlutaðar lóðir eru ekki að standa óbyggðar og langt umfram tilskilin tímaramma til framkvæmda og hamla þar með uppbygging af áformum annarra. Og undir þetta skrifum við Steindór Tómasson, Ingvi Harðarsson og Jóhanna Löðsdóttir. Takk fyrir það. Liður 6, samþykktir Rangárþings Syðra endurskoðun. Það er uppfærsla í samræmi við breytingar á sveitarstjórnarlögum frá 13. júní 2021. Það er lagt til að samþykktir stjórn sveitarfélagsins verði uppfærðar í samræmi við síðustu breytingar á sveitarstjórnarlögum frá 13. júní 2021 og að sveitarstjóra verði falið að leggja fram breytingartillögu til fyrri umræðu á næsta fundi sveitarstjórnar. Orðið er laust. Steindór. Bara í þessu þá, af því að þessi atriði sem komum fram í gögnunum með óverulega fjárheimildir og eitthvað sem þetta er svona svolítið teygjanlegt, þá
náttúrulega getur vel fallist á það að sveitarstjóri komið með tillögu en maður velti fyrir sig hvort það væri kannski gott að það myndi örugglega spara honum jafnvel vinnu að hafa kannski fulltrúa okkar með. Mögulega ef hann ætlar að fara að endurskoða þetta nema það komið þó drög á okkur með góðum fyrirvara þannig að við getum þá, við þurfum ekki að vera kannski að þjarka mikið það ef þetta því það eru þarna breytingar fækka nefndum. Maður hefur lagt til hérna að leggja niður byggðaráð og auka einhvern veginn liður 2 og 3 í þessum tillögum svolítið þannig að afsala, en það væntanlega á bara við í hamfara ástandið þetta. Að það sem svolítið, þetta bara tímabundið eða varanlega breytingar að við getum verið að afsala til dæmis valdi til einstaka starfsmanna, deilda og eða bara eftir atvikum útvista að ákvarða fjárútlát og annað. Kemur fram að finnum við þriðja lið í þessum tillögum frá ríkinu, eða þannig frá ráðherra. Skilja þetta bara rétt henni. Þetta hefur verið bráðabirgðaákvæði sem að ráðherra setti og þetta á við einmitt til þess að koma til móts í svona ástandi eins og heimsfaraldur að við getum tekið ákvarðanir eða haldið fundi rafrænt til að mynda og tekið ákvarðanir með þeim hætti. Og annað sem kemur fram á við svona ástandi eins og heimsfaraldur Þannig að þetta ekki, þetta ekki þannig sem þetta því að nú oft svona, ég veit alltaf meiri hlutar og minni hlutar, það ekki þetta að nota þetta bara að hafa rafræna fundi ef það bara einhvern detta það í hug. Þarf þetta alltaf að vera allir sammála þetta? Eða getur bara kannski meiri hluti sagt bara, nú ætlum við að hafa rafræna fund. Þetta er bara svona sem að velti fyrir sér og eins með ákvarðanirnar í þessum lið 1, 2 og 3. Þetta alltaf svona sem bara meiri hluti gæti rauninni það ákvæði hverju sinni. Að veita einhvern starfsmanni heimild til þess að fullklára og ráðstafa peningum. Ágúst Björnsson. Já, bara til að skerpa á því að það er ekki vitið því að sveitarstjóri var að breyta þessu reglum og koma með einhverja sína tillögur. Það er ekki það sem að vera að tala heldur bara að setja þetta sem hefur verið bráðabirgða ákvæði núna, ráðherra hefur heimilað okkur að halda rafræna fundi til dæmis og slíkt á undanþágu að fá sér að skrifa inn í samþykktina okkar. Það er ekkert frábrugðið því ástandi sem bara núna, það er bara sama, nema það væri inn í samþykktunum okkar. Og þetta þarf að taka fyrir að þetta eru samþykktir sveitarfélagsins og þarf að taka þetta fyrir á 2 sveitarstjórnarfundum og þá var hugmyndin svo að bara hreinlega taka út textann sem það var að setja inn í samþykktirnar okkar þannig að þessi breyting verði og það var verkefni sem sveitarstjóri ætlaði þá að reyna að gera en aftur á móti sveitarstjórnin tekur þetta síðan 2 sinnum til umfjöllunar og byggðarráði sem náttúrulega eru bæði fulltrúar minnihluta og meirihluta ef þetta er þannig mál að menn vilja vera að ræða það eitthvað á bara undirbúningsstigi þá þetta hægt að gera það þar. Þannig að þetta í rauninni eins og ég sé það fyrst og síðast bara formsatrið að hafa þetta með í samþykktum okkar í staðinn fyrir að vera með þessu undanþága ákvæði og það er verið að ráðleggja okkur að gera það ef það kemur eitthvað aftur svona eins og við erum búin að búa við. Takk fyrir það, Steindór. Þegar maður var einmitt bara hugsandi yfir því eins og var hérna, ég er nú með núna þriðja liðin að fela fastanefnd einstökum starfsmannum sveitarfélags fulla ræðgreiðslu tiltekinna mála sem varð ekki verulega fjárhag sveitarfélags þrátt fyrir að kveðið sjá annað í samþykktum sveitarfélags. Þetta er sem sagt bara, ef það væri einhver algjör krísa bara, enda er ekkert að því að við getum samþykkt að koma einhverju tillögur og bara verða ræddar. Það ætla bara að hafa þetta törf. Takk. Takk fyrir það. Yngvi? Það er kannski, já, það getur verið að við þurfum bara einhvern veginn að orða þetta vel þannig að það sé alveg skiljanlegt á hvernig íslensku hvernig í hvaða tilfellum þetta getur. Við getum lent í því ástandi, við sjáum það eftir COVID að það sé í raun og veru bara sára fáir sem það séu starfhæfir. En við getum ekki látið allt danka
Þannig að við verðum að vera undir það búin að geta þurft að taka upp ákveðni stjórn og nánast einræði stjórn eða svo er undir. Við vitum ekki hvað framtíðin verið í kvöldi sér. Já, þetta er svona til þess að reyna að við getum haldið starfi gangandi. Ég skil það. Ágúst. Já, þetta við tættur hvort það er þá ekki betra bara að óska þess að byggðaráð undirbúi þessa tillögu. Þannig að þá erum fulltrúar bara meirihluti minnihluta. Þannig að það sé bara örugglega þannig. Af því að þessi umræða varð. Þá finnst mér það, því þetta er mál sem snerta í samþykkti sveitarfélags, það verður að vera samkomulag það. Þá breytum við tillögunni eða bókuninni þannig að byggðaráði verði falið að leggja fram breytingatillögur. Það sparar vantilega bara vinnu, sko. Eða svona, þá er þetta bara einhvern veginn allir í umræðinu. Eða þessir fulltrúar þar. Ok, fleiri hafa ekki gott til hljóðs. Þá bið ég ykkur að gefa merki ef þið samþykkið þessa tillögu. Þessa breyttu tillögu það? Já. Hún er samþykkt samhljóða. Liður 7 hjá okkur er Fjallaland breyting á deiliskipulagi. Eigandi Leirubakka lands undir frístundarsvæðinu Fjallalandi hefur óskað eftir að gerða verið breytingar á gildandi deiliskipulagi fyrir Fjallaland dagsett 1.2.2006. Bætt verði við 2 lóðum nr. 59 og 61 í framhaldi af núverandi lóðum á svæðinu. Nýju lóðirnar fylgja þeim skilmálum sem gilda sambærilegar lóðir í gildandi skipulagi. Áform umsækjanda hafa verið grenndarkynnt og var frestur fyrst gefinn til 11. júní en framlengdur að ósk aðila til 25. júní. Athugasemdir bárust frá lóðarhöfum í gegnum landslögfræðistofu. Afgreiðslu frestað á síðasta fundi byggðaráðs að beiðni umsækjanda sem óska eftir að leggja fram frekari gögn. Umsækjandi hefur lagt fram frekari gögn með umsókn sinni og það lagt til að vísa umsókninni ásamt hinum nýju gögnum til endurmats og frekari skoðunar hjá skipulags- og umferðarnefnd. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs þeir sem geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Það liður 8 girðing á landamörkum í Safamýri. Ábúendur í Bala í Þykkvabæ hyggjast girða af spildur sínar í Safamýri árið 2022 og óska eftir samþykki sveitarfélagsins. Tekið er vel í erindið. Lagt er til að sveitarstjóra verði falið að taka saman upplýsingar málið meðal annars varðandi áætlaðan kostnað sveitarfélagsins vegna þátttöku í uppsetningu girðinganna og leggja fyrir næsta fund byggðaráðs til frekari ákvarðanatöku. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs þeir sem getur samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 9 öldukverfi gatnagerð, það er niðurstaða verðkönnunar vegna Kjarröldu. 1 tilboð barst í gatnagerði Kjarröldu frá Þjótanda EHF. Tillagan að sveitarstjóra verði falið að leita samninga við tilboðsgjafa og leggja fyrir næsta fund byggðaráðs. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs þeir sem getur samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 10 erind og fyrirspurnir frá Álista 2021. Gjörðu svo vel, Steindór. Já. Í svona fyrsta lagi væri alltaf betra að það væri, þetta fengið málsnúmer en þetta er alltaf í febrúarmöppinu þann 21. annar. Þannig að það eru komin alveg 50 mál þar í aktíf í febrúar, þannig að það verða einhver að leita svona ákveð, það væri alltaf gott að hafa málsnúmer á hverju máli en það er svona eins og einhver sagði vinsamleg tilmæli. Og okkur langaði það var eiginlega bara mistök fyrir sendið en þetta átti að vera staða óbyggðra atvinnulóða. Það mætti breyta því að það er hægt en svo er sem svona óskum eftir sundurliðan á stöðu óbyggðra atvinnulóða eftir landúrinu samkvæmt meðfylgjandi lista. Óskað eftir að tilgreint sé hvort lóðin sé laus eða henni hafi verið úthlutað. Ef henni hefur verið úthlutað þá sé tilgreint hver sé lóðar hafi. Ef lóð hefur verið úthlutað þá sé tilgreint hvernig þessu úthlutun fór fram og hvenær. Að lokum sé tilgreint hvenær framkvæmdir áttu að hefjast á viðkomandi atvinnulóð samkvæmt innsendir í framkvæmda áætlun. Greinargerðin er engin atvinnulóð er laus til úthlutunar og Hellu hefur svo staða verið uppi mánuðum á árum saman eftir atvikum. Fulltrúar Álista lýsa yfir áhyggjum af þeirri stöðu og vilja bæta úr því með því að hefja vinnu við að greina stöðu og óbyggðum lóðum sem hafa hlotið úthlutun. Með það að markmið að hvetja þá sem hafa fengið úthlutun til að hefja framkvæmdir í samræmi við framkvæmda áætlun sem fylgdi upphaflegri umsókn. Ef lóðar hafa ekki huga á að framkvæma lóðunum þá skuli þeim skilað
aftur tilbaka, það er auglýstar með ábyrjandi hætti, lausa til umsóknar. Og Já. Og er þetta sem ég að lesa þetta líka þarna, lagt til að fela sveitarstjóra. Nei, ég ger það. Já, ég ger það, ég er búin með þetta. Ok, Takk fyrir. takk fyrir. Og það er tillaga að fela sveitarstjóra að taka saman upplýsingar og leggja fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Orðið er laust tillöguna. Ingu, gjörðu svo vel. Sko, ég held að það hefði náttúrulega mátt aðeins að breyta fyrirsögninni, fyrirspurnarandi úthlutun og stöðu atvinnulóða í sveitarfélaginu sem heild, óbyggðra. Þannig að eru einhvers staðar lóðir annars staðar en hefur eitthvað að við þurfum að alltaf að hafa þá bak við eyrað, held ég að þurfum að geta einhvern veginn þá saman við landeigendur eða eitthvað að það séu möguleikar á að byggja því. Við getum horft á Laugaland, við getum horft á Gunnars og þetta þarf svona aðeins að við þurfum aðeins að reyna að auglýsingur bjóða upp á þessar flesta möguleika, bara upp á framtíðar uppbyggingu. Takk. En þetta kom svona frá ykkur, sko, fyrirspurnin varðandi atvinnulóðir á Hellu. Ég er bara svona aðeins að bæta við frá eigin brjósti. Stefína, Steindór. Það var handvömm með mitt í bara hjá undirrituðum, en ég veit ekki hvort að það er hægt að breyta, en það mætti þá gjarnan vera staða óbyggðra atvinnulóða í Rangárþingi ytra. Það væri myndi leysa það að það væri allt og mikið, sko, formálinn, þá væri það bara, það segi, þó það komið fram að það neðar, þá væri það bara skýrara. Ágúst. Já, ég bara spurning á að vera sem sé, viljið hafa stöðu atvinnulóða í sveitarfélaginu. Já, Ég myndi segja bara í Rangárþingi ytra, það er sveitarfélagið. Stendur Hellu. Óbyggðra atvinnulóða í Rangárþingi ytra. Og þá bara taka út þarna kannski á Hellu, ég veit ekki, það er bara, það kæmi þannig að það var til í ljós. Það myndi vera alveg að það er vandræðalegt fyrir mig, það er að breyta miklu á þessu skjali, en þetta er svo sem ekkert mikið aðra atvinnulóðir, það kemur þá í ljós. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs þessa tillögu og ég ber upp til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 11 Landmannalaugar, framkvæmdaleyfi til endurbóta á göngustíg. Umhverfisstofnun óskar eftir framkvæmdaleyfi til að breyta leið og göngustígar upp suðurnámur í Landmannalaugum ásamt uppgreiðslu á núverandi stíg. Sveitarstjórn telur að umrædd framkvæmd sé ekki til þess fallin að hafa neikvæð áhrif á umhverfið og skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Sveitarstjórn leggur því til að veitt verði framkvæmdaleyfi til Umhverfisstofnunar á grundvelli 5. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 72/2012 og felur skipulagsfulltrúa að afgreiða málið. Orðið er laust. Steindór. Bara gott mál, það virðist vera, það er séð, þetta er ekki sömur að séð hluta þessu stíga lagfæringar sem er búið að gera, þetta er bara mjög smekklegt. Það er vonandi bara svona náttúrulegra að sjá. Gott mál. Næsta mál, þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 12 Litli-Klofi C2, breyting á heiti, eigendur Litla-Klofa C2 óska eftir að breyta heiti landsins í Skýjaborgir. Umsókn send 28.7.2021 og það lagt til að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við heiti Skýjaborgir. Orðið er laust. Yngvi. Mér finnst þetta bara gott nafn. Það er skemmtilegt, það er aðeins öðruvísi. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs þessi getur samþykkt gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 13 nafn á landi óska eftir umsögnum Birkivelli til afgreiðslu. Það er lagt til að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við heiti Birkivelli. Orðið er laust. Og enginn kveður sér hljóðs þeir sem getur samþykkt gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 14 svæðisskipulag fyrir Suðurhálendi eða fundargerð nr. 10, hún er lögð fram til kynningar.
Liður 15 félagsmálanefnd fundur 89, það er fundargerð frá 24.7.2021, hún er lögð fram til kynningar. Liður 16 Rangárhöllin EHF aðalfundur 2021, það er fundarboð er lagt fram til kynningar. Liður 17 Rangárbakkar EHF aðalfundarboð lagt fram til kynningar og liður 18 viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19. Það eru ýmis skjöl og tilkynningar tengdar COVID sem er lögð fram til kynningar. Þá förum við Yngvi? Já, svo förum við í lið fyrir 8BS fund 42. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin er að öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 4.2, Ytri-mat grunnskóla 8BS 2017 og niðurstaða 8BS er að stjórn byggðasamlagsins 8BS sem rekur meðal annars grunnskólan Hellu staðfestir að vinnu samkvæmt umbótaáætlun í kjölfar Ytri-mats skólans árið 2017 er lokið, samþykkt samhljóða og það er lagt til að sveitarstjórn Rangárþings Ytra staðfesti bókun stjórnar 8BS fyrir sitt leyti, jafnframt lýsir sveitarstjórn Rangárþings Ytra yfir ánægju með framkvæmd Ytra-matsins en niðurstöðu þess hafa verið ákveðið leiðarljós undanfarin ár og hafa verið mjög gagnlegar við að bæta skólastarfið. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs þess að geta samþykkt G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Síðan eru trúnaðarmál, 3 liðir og að þeim loknum og að loknum yfirlestri fundargerðar þá segi ég sem fundist slitið en upptaka stöðuð fyrir trúnaðarmál.